Dr. Fútból heilsar í beinni frá Túborg 10 húsi fótboltans á Íslandi. Dr. Fútból, hið ómögulega er það sem við gerum best og okkur tókst að endurheimta Gunnar Birgisson aftur frá Austur-Evrópu þar sem honum líður svona vel. Velkomin heim, Gunni. Takk fyrir það, kærlega. Takk fyrir hvernig, takk fyrir að fá hérna. Hvernig, ég hef aldrei á æfinni haft efnaði að fara til Króatíu. Segðu okkur aðeins frá stað. Þetta er magískur staður, sko, sérstaklega á þessum árstíma. Zagreb skartaði sinu fegursta þarna og þetta er ef ekki að segja að þetta sé svona nokkuð það er ekki bombur þarna, sko, þú veist. Þetta er svona bara svolítið bara, þú veist, þú ert ekkert að fara þarna í einhverja verslunarferð eða eitthvað svoleiðis. En ég hef heyrt reyndar að Split í Króatíu, það sé staður og rúmlega það. Já, og svo er allir sem falli og sólarstaðir. Ég Split einn einn af þeim, sko. Er ekki hvar þarna, er það ekki fyrir utan Split og þar? Já, en þetta bara flott, sko, ég meina, höllin í Zagreb, flott, ég var nú aðalega þar og þetta var, já, bara hörku fínt, sko. Er ekki playerarnir að fljúa beint í Split í sumar? Jú, playerarnir að fara að gera það, Ég hef ekki komið að það. Nei. En hérna, ég þekki nokkra, ég meina, Króatíu Gunni og svo Króatíu Benni, gerði nú garðinn frægan fyrir rúmum 10 ára síðan. Þannig var ekki nú nokkur. Ég fekk þá sögu þarna úti. Það voru eins og fleiri sögur sem úr sömu ferð sem ég fekk líka. Það er gaman að koma til Króatíu. Við ætlum með þetta að hendi einhvern dock-kóða með play fljótlega. Dock, eins og Sjóli Hólm farin að segja að dock er kóðinn. Já, hann prófar bara. Frábærlega, hann fer á allt og skrifar dock og aðtöku hvort það virkar. Já. Og það er skemmtilegt að heyra þetta, testa bústurinn. Ég veistu nokkar sem skrifa dock með 2 káum. Það er annað, það er önnur iðja. Nú er bara komið að því að snúa við blaðinu, Fitnessport er við samband, nú er bara komið tími til að snúa við blaðinu. Já. Heldur betur. Já. Og Fitnessport ætlar að vera með þér í því. Já. Og kóðinn þar er dock. Já, við erum að fara í, held ég, langt og farsælt samt. Enn eitt árið. Ég ætla bara að minna á það að 40% afsláttur á öllum sóttum pítsum og matselið, þetta er í gangi út HM í handbolta. Það er ennþá HM í handbolta þó Ísland sé dottið út. Já. Þannig að svo það sé allt saman á hreinu. Þannig þetta er út sunnudaginn. Þetta er út sunnudaginn, fram til 23:59 á sundarskvöld. Og það er ennþá þorrablót og svona, þannig að það er þó nokkri sem munu þurfa á þess að halda á sunnudaginn. Heldur betur, meðal hans víkingarnir verða með sitt þorrablót. Þar verð ég, get ég sagt ykkur. Já. Ég þarf að tróða mér á okkur þorrablót. Ég komst ekki. En ákveður svona ungu strákur eins og þú að fara þorrablót? Mér finnst bara þorramátur svo góður, sko. Já. Geðveitt. Það er annarkvort það eða þá ég held svona mitt eigið þorrablót. Hver er sagan bak Víking? Þú varst náttúrulega í Víking. Nei, þeir höfðu áhuga á mér á sínum tíma. Þannig ég ákvað nú að launa greiðan og mæta. Já, hefðilega. Nei, tengda fjölskyldan bara, ég mæti nú sína stuðning. Sína stuðning, það er nú mikilvægt teknabæður sko 100% afsláttur og segir Dr. Fútból sendi. Ég var nú ekki búin að hitta Pálsson, hafði ekki komið á þessu ári, gleðilegt nýtt græjár. Já, takk fyrir. Hérna, við ætlum að skoða spurningunum með tölvutek ei mig veg. Þessi snillingar hafa allir spilað fyrir sama lið. Þetta er Marmús, þetta er Van de Ven, þetta er Viktor Osimhen og þetta er Niklas Bentner. Þessi spurning var meðan hann spurði í Keiluhöllinni í gæra, svona ótrúleg mæting. Við ætlum að vera strax eftir þetta 3 vikur, það var svo gaman. Við ætlum að vera 20. febrúar eftir leik Panathinaikos og Víkinga. Þetta er svo skemmtilegt. Strákar, hvaða lið er það? Hvaða lið hafa allir þessi snillingar verið í? Jú, þetta eru nú mennindi sem vita allt boltan. Þetta eru nú menn sem vita allt boltan. Ég meina, mitt eftir hjá Wolfsburg. Það er að sjálfsögðu Wolfsburg. Vel gerst, Gunni, vel gerst. Gunnar Birgisson, hafsjóra fróðleik. Það vantar ekkert upp á það. Hann ætlar að powerranka með Dynout. Já, við erum að vera það, Já. Dynout, panta matinn, panta borðið, kaupa gjafabrifið. Þú gerir það hjá Dynout. Já. Mér datt í hug Gunnar Birgis, þú fegst algjörlega frjálsar hendur í dag. Já. Hugur minn var svolítið í San Sebastian í gær. Já. Og það var tvenna. Þannig að ég ákvað að taka bestu, eða svona mínar uppáhalds tvennur. Já, það er yfirleitt fyrir menni í þrennum. Já. Þú er tvennugall. Já, ég er tvennugall. Uppáhalds tvennundaginn, já. Númer 5, þá fór ég í tónlistina og það er Simon og Garfunkel.
Þetta sniðugt. Simon og Garfunkel og Sound of Silence Þetta þegar allt ekki lindið, ekki? Jú, þetta, jú ekki alveg örugglega Ég er ekki að fara í Aftermath Nei, Talandi þegar allt ekki lindi Númer 4, Pippen og Jordan Pippen og Jordan Þeir talast ekki við í dag en voru náttúrulega frábærir Pippen segir að Magic Johnson var miklu merkilega leikmaður Já, hann segir að hann hafi verið faglegt mat Já, það er nú reyndar að vísu ekki faglegt Hann er náttúrulega hatar Jordan eftir held ég þessa Last Dance þætti Já, en hann sagði bara ég verði að vera faglegur og þú getur bara verið ykkur í því Já, ég ber alltaf verið ykkur í því Loksins faglegheit Númer 3, tvennu tilbúið á Dominus það er bara í þriðasætti þá get ég rétt ímynda með hvað er að fara að gerast hann í 1 og 2 það verður flugvelda sín Má ég sjá, hvað eru litlu stóri þarna? Twisturinn Það er Harry Redknapp og Nico Kranjčar Það er stórkostlegt tvenna að mínum mati og ég alltaf var mjög harður QPR maður á sínum tíma þannig að þegar hann sótt hann þangað ég á mér þess að QPR Kranjčar treyju heima Já, þú Eftir hérna Portsmouth og Tottenham Já Þú hugsaður þeir eiga 1 múvinni Þeir eiga 1 múvinni Herðu og númer 1 og það var svo sem aldrei neinn spurning í mínum huga þetta er svona kannski þeir sem hafa haft svona eitthvað mest áhrif á mann það er Aud og Sveppi Já. Það er Aud og Sveppi Ertu meiri Aud og Sveppamaður heldur en Audi og Steindi? Já, það er, þú veist, það fer aðeins dýpra þetta er æska mín bara sko Það sem að ég, mér fannst svona í fljótubræði vantaði á listan konur Svona í fljótubræði Ég hugsaði þetta en ertu með einhverja svona ég hugsaði að því mér vantar tvennur ég sé rosalega mikið konur sem svona Sigga og Gretar Já Það fór strax ég var að hugsa þess að tvær konur saman að því ég sé þar alltaf að því mér finnst það svo sterkar sem einstakar sko íslenska konur, já Karen Knús og Steini Björns voru þær eitthvað þarna það er klárlega ég hefði þá þurft hefði þó ekki Þóri Rósa þurft að vera með Jú, Stella Sigmögulega líka Vindúett er og mun alltaf vera Óla Ragnar og Dorrit Já Það er bara það var svona power duet sem að mér þótti og þykir ennþá væntum Já, ég var meiri Guðrún Katrín og Óli á sínum tíma Já en já það byrjaði þetta allt saman heldur betur Haldum áfram Fínn listi Já, þetta var frábær listi, takk hérlega, vel gert Guri, það var skemmtilegt Lítið stóri verið vonandi þarna eftir 2 ár Já, 10 ára remake Bíkó, ef þú áttaði ekki, þá getur þú fengið að leikt hvort sem það er upp í Selhöllu, þar sem er með bláan boss og allan pakkan eða út allt hjá Bíkó sjálfur gerir þetta hjá breytinni ég þarf jöðara og næði mér í jöðara og JKE innréttingar eru þess að dagana allir með 25% afslætti Já, Jón Kári komið þangað líka? Já, einhverja Eldon innréttingar Bíkó Herri strókar, ég ætla að klára þessa handboltaumræðu því að hérna það er ljóst að þetta eru Króatía og mögulega Danmörk Já, líklega Já, ok, segjum bara Króatía og Danmörk þannig til hann ekki verið ljós það er úrslita leikurinn bæði lið verið á heimavell í þessu og margir svona verið að fetta fingur út í dómgæsluna með króatíska liðinu í þessu móti sem ég veit ekkert hvort ég bara hef ekki hort nógu mikið á leiki þeirra til þess að tjá mig það sko, þegar fólk talar handbolta og talar oft svolítið, ég nenni ekki að svara fólki á Facebook á fyrsta leið var verið að setja út á mótafyrirkomulagið sem er frábært, því það er hárrétt við viljum ekki að 40 marka sigur móti Grænhöfðaeyjum skipti máli þú veist hvort þú fara áfram ekki Hildamarkatala bara virkar ekki handbolta það bara gengur ekki þess að verður að vera einbyrðis já, ok, þá er það afgreitt það er bara hárrétt hjá þeim svo er alltaf verið að setja út á dómgæslan fyrir mér er þannig að bara íþróttin fyrir 15 ára síðan það er allt miklu skýrara í dag það er einhvern veginn bara misbúið að taka ótrúlega mikið á svona vafadóti í burtu að því dottið svolítið út Já, bara þess að 4 sendingar það hendi ekki mér upp og negli andliti á markmanni skilur og svona, fleiri reglur sko Já, mér finnst það allt orðið miklu skýrara þannig að ég mér finnst handbolti hafa einmitt tekið til í sínum málum og gert miklu betur Sko, ég held að gagnrýni fólks á dómgæsluna ég held að hún hafi kvelst mjög mikið í kringum
Króatíu Slóveníu, sástu það leik? Já, mér finnst nefnilega fyrir utan þann leik dómgæslinn sem móti, það sem ég sé bara verið bara mjög góð sko. Sammála, í þeim leik ég hef nú ekki oft, þú veist, maður nennir yfirleitt sjaldnast að tuða yfir dómgæslu á svona stóra móti, ég meina þetta voru reynslu miklir tjekkar sem að dæmdu þennan leik. Það sem að ég setti kannski aðalega spurningamerki við var að alltaf þegar það kom vafadómur, það var nú svona yfirleitt þannig að þeir sem í útsendingastjórn, að þeir fari strax í það að endur sína atvikin. En það voru, ég gat talið upp svona 4 til 5 atvik bara beint eftir leik, þar sem að var engin endursýning. Þetta var svo horfa á spídeóútsendingu bara. Ruðningurinn á Karasits undir lokin, það var þarna... Þegar hann stytti sér leið þarna í hotnið. Tvisvar svona dæmt lína, einu svona á Alex Vla í fyrirháleik þar sem hann tekur svona sirkusmark. Veist, og þetta var aldrei endursýnt, þannig að maður gat aldrei með fullri vissu, en svo heyrir maður, já ég spólaði tilbaka heima og það var ekkert að þessu, eitthvað svona. Þannig að ég held að gagnrýnin hafi meira snúist það. Ég held líka, sko, við erum líka að bera virðingu fyrir mótsöldurum. Hvað hefði verið gaman í svona höll í Króatíu ef Króatarnir hefðu dottið út? Auðvitað má það ekki ráðareinu en það hefði ekki verið gaman. Þetta málið mitt og þetta það sem að fólk láta að tala Króatar áttu aldrei að fá að detta út hana. Og kannski vandamálið mótafyrirkomulagi það að Króatarnir hefðu kannski átt eitthvað tjens í Danina á heimavelli. Nú er á leiðin til Noregs í úrslitaleik. Nú ætla ég aðeins að fá að tala Gísla Þorgeir. Það auðvitað mjög reyndur leikmaður búinn að vinna meistaradeildina íþróttamaður ársins og allt svona og þekkir þetta game inn og út og ég nú alltaf ánægður þegar að íþróttamenn mæti viðtöl og segja nákvæmlega sem þeim finnst. Þetta hjá vísi.is þar sem að þessi orður látum fata. Við skulum aðeins hlusta á hvað Gísli Þorgeir segir. Er þetta skrítin tilfinning? Já, ég meina þetta mjög skrítin tilfinning. Ég meina við tökum móti heimaþjóðinni á þeirra heimavelli og það var bara ég meina, það var bara lélegur leikur, við vorum bara outcoachaðir og bara öllum svim í þeim leik, við vorum bara... Sko, ég aftur allar hrósa Gísla Þorgeir, hann bara segir það sem og hann veit alveg þegar að liða hans outcoachað og allt svona. 5 mínútur fyrir þá sagði nákvæmlega þessa sömu setningu í viðtalið við mig. Já, sagði að þið voru outcoachaðir. Já, ok, og þannig að hann hefur verið búinn að hugsa þetta. Já. Sko, ég skal viðurkenna það, ef ég væri þjálfari og Gunnar Birgisson var í viðtali og segja að við höfum verið outcoachaðir og ég sem þjálfari, já þú hefur ekki þurft að hafa ágjörð að mæta aftur á æfingu. Hins vegar náttúrulega bara handbolta öðru sport. Ég meina, ímyndaður ef ég kemur viðtal að vera leikmaður Jose Mourinho og sagði bara, við vorum bara outcoachaðir í dag, Pep Guardiola, sko. Þetta var náttúrulega flóknar það. Ég þekki nú Gísla, sko. Það sem ég held að hann hafi mynd var outplayed. Ég held að hann einhvern veginn mæti eitthvað svona, já nú ætla ég að taka eitthvað skot á, ég held að hann hafi meira svona verið að henda öllu liðinu undir rútuna heldur en að taka eitthvað Snorra sérstaklega fyrir, sko, þú veist, ég horfði á bæði þessi viðtöl, sko, og það er svona, það er bara mín tilfinning, skilur. En var þetta ekki rétt hjá hann samt? Vorum við ekki outcoachaðir í svona leik? Jú. Já, ok, þá er hann bara að segja það sem honum finnst. Ég meina, þetta gaur með alveg, þó hann sé ungur, þá er hann með mikla reynslu. Já, gott CV, já, klálega. Það er bara rosa skrítið einhvern veginn að fara, þú veist, hann er svona meira einhvern veginn að taka, og Snorri alveg inn í því, skilur upp, voru bara betri á öllum sviðum, skilur upp, hvort sem þessi taktík eða bara í framkant á henni inn á vellinum, sko. Sko, mest rísandi stjarnan á Ríkissjónvarpinu núna er Óðinn Svan. Og hann náttúrulega heldur áfram að heilla þjóðina og gerir með frábært viðtal við Snorra Stein eftir að hann kom heim og loksins fengu alvöru viðtal og í handboltanum. Einmitt. Ég ætla að góðu þetta. Sammála að vera sammála. Heyrum aðeins í Snorra. Já, Óðinn Svan og loksins eins og sé alvöru viðtal. Og með við vorum bara í vesinni. Gísli Þorgeir fór í athyglisvert viðtal eftir þann leika sem hann talaði að okkur að skort gæði og talaði með við hefum verið outcoachaðir. Hvað finnst þér það? Viðtalið eða ummæli Gísla? Já, hann kom bara sjálfur til mín og útskýrði sitt mál og ég tók því bara góðu, sko. Það var ekkert meira, ég er ekki sjálfur búinn að sjá viðtalið eða lesa það, þannig að þú veist, skiptir mig litlu máli. Ok. Afturferðið í Jose Mourinho, ef ég hefði sagt þetta og herra Mourinho, ég var í smá viðtalið ég sagði bara Peppa outcoachaði no hard feelings, sko. Mér fannst þetta bara hvernig hann þétti miðjuna og fór í gegnum okkur bara tætt okkur í sund mín skoður. En þetta er náttúrulega annað game og það er náttúrulega annað svona bond milli manna og þú veist, þetta er önnur nálægð og allt svona, en eins og ég segi, ég fagnaði alltaf að menn segja bara, þú veist, eins og ég held að, ég er ekki viss hann að vera að meina þetta eitthvað öðruvísi, ég held að hann bara meinti þetta svona. Já.
Af því hann hefði ekki farið til Snorra og útskýrst fyrir honum nema hann væri að meina Já, hann bara svona smá miskilingur Léttur miskilingur Þetta er gablar hann að standa upp fyrir sínum manni Nei, ég bara þekki hann ég held bara einhvern veginn þekkjandi mannin skilur kannski búin að breyta síðan ég var að umgangast hann dagstæðlega Ég meika alvöru gablar hérna, Sigur Bond hann segir hlutina bara eins og þið Þú ert engin gablar, þú hefur verið hann í nokkur ár Þú ert vestfirðing Þú ert vestfirðing Þú hefur verið hann í 22-23 ár Þú ert vestfirðing Jú, í grunni Þið vestfirðingar skiljið ekki svona Það við erum meir í leikþættinum horfum á stóru myndina En nei, þessi Króatíuleikur, við lendum bara í hakkavilni við sáum frakkana, lenda bara í nákvæmlega sami ger Og Danirnir verða heimsmeistrar Þetta er, sko bara þannig að kannski klárum aðeins umræðina með þetta Króatíulið og svo getum við lagt hana til hliðar sko, það mynduðist þarna heitar umræður á spjallborðinu hjá Dóttar fútból í gær inn í grúpunni, þú varst með kvissi á sama tíma hérna, það sem var verið að ræða gæði þessa Króatíuliðs Nú, Sveinur Sörna er svona þeirra aðal skitta hann er leikmaður Zagreb eru neðstir í sínu riðli í meistaradeildinni þeir eru með Dominik Kuzmanovic sem er hjá Gummersbach hjá Guðjóni Val Luka Sindrits virðist hafa lent í einhvers konar deilum eða vesinni svona, það er það sem maður heyrði þarna úti að hann og Dagur hefðu ekki kannski séð hlutina eye to eye Domagoj Duvnjak þeirra reyndasti og svona besti leikmaður á undanförnum stórmótum hann hefur verið meiddur þeir fá inn þarna David Mandic sem er leikmaður Melsungen sem er öflugur leikmaður Ivan Martinovic hjá Rhein-Neckar Löwen rest er að spila bara með sko einhver hérna í Pixeket og já, þú veist, Vojvodina og Tata Banja sem er, þú veist, fjórða besta liðið sko. Þetta er ekkit eitthvað Króatíulið sem var hérna 2003-13 bara alltaf í veljónusæti en þetta er vel þjálfarlið bara með frábæra þjálfara og svo náttúrulega með heimavöllin hann skipti miklu máli Ég sé handbolta Ég sé handbolta lið tapa heima úti 10 mörg og vinna heima með 13 það bara skipti máli þessu en líka bara, þú veist, þetta móti líka búið að vera þannig við sem spáirana, Noreg, Svíana þú veist, komist ekki eins og upp úr millirilnum en að, þú veist, bara fínt lið Handbolti átt og þetta er búið skemmtilegt og gaman að sjá Dag blómstra áður við lokum á handboltan þessi ummælið þarna já, Víði sig hérna það sem að að vera að saka Gunnar Magg að vera landráðamann þarna bara undir hrós vinur minn sendi þetta á mig það stóð einhvern veginn svoleiðis í hvað var það? Svo Víðir Sigurðsson er með bakurð er eitthvað sem ég les alltaf á Morgunblaðinu ég nefnilega fæ physical copy á Morgunblaðinu fyrir en degi og ég verið oft saknað þess að þetta sé ekki deilt á netin og bakurinn kemur þarna út þar sem að hans gaggrínir Gunnar Magg sko það sem er á skrítnast í þessu að Gunni Magg er ekki eins og starfsmaður Króatíu Er þetta bara eitthvað gæluverkefni bara eitthvað, mér illa Er hann ekki á launaskrá hjá Króatíu? Jú, hann hlýtur að fá borg hann er leikrænandi en hann situr ekki á bekknum, nei Nei, það kemur ekki í var hann eitthvað að greina eitthvað á fleiri en Íslendinga? Já, þú veist, líklega sko, eða þá þetta er eins og bara var fyrir okkur í fótboltanum, það var bara einn þjálfari sá hvert lið eitthvað svoleið sko, en eins og þarna, þetta er í fyrsta lagi náttúrulega verið að algjörlega ofmeta hans þátt í þessu sem einhver leikirandi, jú, hann þekki kannski íslenska liði betur en önnu lið, en þú veist, svona leikir, þeir eru greindir í döðlu sko, alveg saman, það er til endalaust að vídeoðni og svo er það sem er kannski áhugaverðast við þetta er að hvernig kommentakerfið brást við af því að hann hefur örugglega hent í þetta og svona haldið að gamlingin myndi peppan skilur þetta, það var eitthvað sem gamlinginum fyndi skaman að heyra en heldur betur ekki hann fekk bara raunið yfir sig ég fór í frá gamlingin stóð með Gunnar Magg ég fór í, einmitt, það var þetta ég var einmitt að pæla, ég fór í pottin nefnilega upp í Mosó í gær og Gunnar Magg er náttúrulega one of our own þannig að honum var ekki vandaða kveðjurnar víði greinu en hafi ekki notað þetta það var einna félagi mér að senda á mig félagi minn en ég meina þetta er bakurinn einn ansi góður í íslensku filmum sem segja sumir segja þá kemur hann að eigin skoðunum það er mjög gott ég missi alltaf þetta skemmtilegt ég hef nú reyndar bauð englendingum í Nýs 2016 að heyri í mér ég sagði bara Rói Hötsson getur heyrt í mér ég kentur að vinna Ísland ég skal gefa hann 20 mínútur sagði við Chris Kamara hann var þá að tala við Rein Levington aðstofþjálfara sagði bara eða vilja vinna Íslendingar 20 mínútur með mér og ég skal fara yfir þetta með þeir nýttu sér ekki og enda lágur Horford have everything ég hefði getað sett upp leik á Íslandi
overload og miðsvæð. Taka Gylfa, yfirfrakk á Gylfa. Já, og passa föstleikarnir. Já, það er gaman að þessu. Við ætlum að halda áfram og við ætlum núna að fara í boltan. Já, við ætlum að fara í fótboltan. Gerum það með löðri. Og fyrir því ykkur sem eiga stóru bílana, trukkana, þá eru XL stöðvar líka. Kynni ykkur það, löður XL. Áskriftin góða, minnum að hana. Káringar eru Reykjavíkur meistara. Til hamingju með það, Káringar, það er fjör í Vesturbænum. Áður en ég ætla að hrósa hérna Vesturbæingum. Það langar mig að hrósa þeim sem tóku Egilshöllina í gegn. Því að ég fór hann í gær. Muni ekki að var alltaf eitthvað, þetta er slysagildra, þetta er hræðilegt og allt svona, búið að tala Egilshöllina hryllilega niður. Það er bara grasið. Grasið og eitthvað allt. Herðu, núna sá ég að hafa verið að vök og allt, bara alvöru UEFA, gerfigras, svona standardarnir og allt það. Mér fannst líka birtan að inni verið einhvern veginn betri heldur en... Það er allt búið að setja í Egilshöllina. Ég reyði upp símar hindi í Einar Þorsteins, bara, herðu, þetta Build Back Better program þitt. Takk. Þetta er rosa, herðu, þá viðurkenndum þetta er fasteignafélagi Heimar. Sem að fóru í þetta. Þeim fannst bara leiðilegt hvernig að vera að tala með Egilshöllina and I took that personally. Og þeir tók þetta bara geggja gras, en hugsa hvernig við erum. Það er enginn að hrósa hvað er frábært grasan. Það er tilbúin að rífa niður. Það er alltaf tilbúin að rífa niður, en núna þegar allt er tipp-topp, þá segir enginn eitt. Já, burt, og líka bara þetta svæði bara í heildsinni, þessu höll í heildsinni. Þú getur bara gert allt þarna. Heldur betur. Allt. Ég er ofta þarna heilu dagana. Þú fyrir í ljós. Herri, Káringarnir það var líka góð stemming á þessum leik. Já, byrjuð, þú varstu þarna? Já, ég var þarna. Já, ok, ég sá þig ekki. Nei. Ég var þarna fyrir áleik. Já, ok. Eitthvað, já, ég var þarna. Við hefum betur hringt í þeim. Já. Herri, en Káringar til hamingju, hvað gerist kunni? Bara, mér fannst valsliðið mjög flatt, lágu í svona tiltölulega lágri blokk og neldu boltanum fram, sem er svona leikstíl sem ég myndi halda hendi valsliðin ekkert frábælega. Káringarnir voru bara rosalega orkumiklir, vel spilandi, Aron Sig algjörlega frábær. Mér fannst þeir sem komu inn hjá KR vera mjög öflugir. Finnur Tómas þarf að fara að velli þarna í fyrri hálfleik. Júlíus Mar, Fjölnismennirnir, Júlíus Mar og Halldór Snær geggjaðir í Halldór Snær frábær í markinu. Og já, bara Káringarnir eiginlega bara keyrði yfir. Það kom aldrei neitt momentum í leiknum, fannst mér, það sem að Valur einhvern veginn tók svona völdin á vellinu. Þetta var Lúgrei, Jói Bjarna og hver skoraði þriða? Ég maður ekki. Sá ekki, ég sá hann bara farin þarna þegar þriða markið datt inn. Matthías Prest. Já, flottur sigur hjá Káringar. Sástu ykkur að breytinga á KR? Já, ég sá töluvert breytingu á KR. Þeir eru töluvert aggressívari í pressu til dæmis, svona pressupúntarnir þeirra. Pressupúntarnir. Tryggara pressa. Og counterpressan hjá þeim er svona kannski það sem maður sé mestan mun á, enda Óskar náttúrulega verið þekktur fyrir það að vera góður í því. Það er að segja þegar þeir tapa boltanum að vinna hann fljótt aftur. Og já, eins og segið, mér fannst þeir bara aldrei gefa Völsurum neitt svona andrými í þessum leik, sko. En það sem ég skil ekki heldur menn að það væri eitthvað að fara að breytast í val. Heldur menn að menn kæmi eitthvað mótiverað. Eigum ekki aðeins að það er janúar? Jú. En ég meina, en ég sá ekkert í þessum leik sem að Nei, kunni minn, það er janúar, við gefum þeim smá tíma. En þú ert alltaf sjálfur að tala það er svo stutt í að móti byrji. Það er bara til að reyna að selja eitthvað. Það er að selja prógrami þetta maður. En ég meina, ertu ekki sammála? Ef það er, jú, ég meina, af því að þessi lið byrja að æfa í, hvernig heldur að Valur hafi byrjað að æfa? Nóvember. Lók nóvember? Já, örgulega. Miðjan lók nóvember, eitthvað svoleiðis. Hérna, tímabilið þeirra var styttra heldur en... Já. Er þetta ekki oft með þessi eldri lið svona, þeir eru setni í gang? Já. Ég er bara gaman að heyra að KR sé á flottri vegferð. Ég er spáðið, sko, ég hef búin að áttum á því að bestadeildin eru 2 deildir. Ég ætla að halda með KR í efri hlutunum, að það er alltaf margir hérna sem halda með Breiðablik, þá get ég ekki líka halda með Breiðablik. Ég ætla að halda með KR í efri hlutunum og ég ætla að halda með ég held ég haldi með vestra í neðri hlutunum. Já, takk. Það er bara í eðli mínu að stíða litla. Hvað er alltaf að setja F á? Þetta er ekki eftirhaldi þá. Heldur að F á verið það eftir með aðal dónorinn heldur að F á verið efrið eða neðrið? Ég hef verið neðri, staðan akkurat núna en þetta verður, já, þetta er svona 7. 7. eins og staðan er akkurat núna, maður verður að vera heiðarlegu með það. Já, svo það er en neðri í neðri hlutan getur sagt bara, herðu, forsetabækarinn
Já, það verður vont fyrir mig að vera með Vestra og F á þar Ég vil bara hafa þessi ykkur með Heldur betur en glæsilegu sigur hjá KR og skemmtilegt bara þannig í undirstriki, ég ekki á neitt hátt að tala það að Túfa sé slæmi þjálfari ég bara velti því fyrir mér hvort að þreyta síðasta tímabils komi með þeim inn í næsta tímabil þegar breytingarnar eru ekki Það hefði þetta stuða hópin meira af því að breytingarnar voru ekki miklar á leikmannahópin Það bara svo dýrt að stuða hópina þú voru að losa leikmenn og svona þetta kostar mikla peninga en eins og ég segi, það er janúar en mjög samfærandi hjá þeim káeringum jákvætt í kringum Vesturbæinn það er skemmtilegt löður og við erum að sjálfsögðu að passa upp á að lendi ekki í slissum, þá er það tort bara beint í tort eða lendið í slissum og þeir sjá þetta fyrir ykkur hvort sem það er í vinnunni eða í frístundunum Mér langaði bara hérna að því að við förum nú í enska boltan eftir og munum ræða transfer það er náttúrulega lokar á miðnætti á mánudagskvöld þá er hellingur eftir að gerast Erum búin að sjá þetta tilbúr frá Karum í Tóma Al-Nassr Það virðist vera nóg til þar maður Já, það virðist vera nóg til það Hvað var þetta ekki á 54 miljonum punda? Þeir vilja fá 90 Á Brighton Já, það er smá munu þarna á milli Á valuation Já, og þú varst nú að segja mér áðan að það er value fyrir Al-Nassr að taka hann inn út af hann er asjumar Já, þannig er í svo asíska knattspyrnu sambandi Já, það var upp á svona kvóta og svoleiðis Já Mér finnst þetta, já Hvað finnst þér segja? Hann er 27 ára og John Duran er 21 árs eða ekki Jú, en ég get samt eins og sagt að bara er breyking ákvörðat núna Karum í Tóma í staying að Brighton hann er ekki áhuga að fara bara flott Ég hór Al-Nassr liðið spila í gær fær að vera partur af þessari húsulegu vel Sá Al-Nassr liðið spila í gær og þetta þeir voru helvíti góður það voru að segja þetta og Cristiano Ronaldo með skemmtilegt mark Brozovic sem var auðvitað besti miðjumaður myndi vinna Southampton Ég held að sko, þeir eru ekki besta liðana Al-Hilal held ég að væri möguleg top 5 í Premier þú mátt ekki Ég held það Já, ég bara þarf að sjá meira Mo Salah verður komin Ef við sjáum þetta hóm félagslega í sumar þá bara fáum stóra þá vitum við bara hvað er frétta og þá getum við bara hætt öllum vangaveltum Spurning með líkamlegt atgerfi það er svona kannski það sem ég er mestar ágjur hjá leikmönnum Al-Hilal Já. Nei, ég er að segja að þú myndir setja á í Premier League í 38 Ég get alveg lofað þér því þetta lið Ég get alveg lofað þér því að back 3 með Al-Bulalhi, Koulibaly og Tambakti þetta lið fær á sig svona 110 Þetta ekki vörnir í öllum leikjum Þetta lið fær á sig svona 110 mörk í Premier League Miðjan er náttúrulega geðvik Það vantar Mohamed Salah sem dettur inn í sumar Þannig að engar ágjur Er þetta ekki kongur sem var í hérna Forrest? Eina sem ég ætla að lofa ykkur Al-Hilal mæta klárir í mótið í júni og það er eina sem ég ætla að láta ykkur félagann að vita Al-Hilal Rennur að íta eins og AIDS þarna upp í hægra hóðninu Sko við erum í ég veit það 29 kom fyrir þetta er meðalaldur upp á svona 30 Hvað var ítalskan landsliðið gamalt sem var HM? Já, það var fátt svör Jæja En hérna þeir töpuður enda síðasta leik þannig að það komið smá spenni í þetta Unnur ekki í gær voru ekki spila í gær Þeir lendu í hérna Aubameyang hakkavelina á mánudaginn Þeir spila í dag Það er ég minni á Doxzone á morgun klukkan 3 þar sem við förum yfir alla leikin í enska boltanum á YouTube og channelið Dr. Fútból Sony sjónvarpinn með Dr. Fútból Er ykkur svona bara til að við klárum svona transferin og svona ég meina þessi hérna Matthías Tell hann er fæddur 2005 Þetta virðist vera kúp hjá Tottenham franskur strákur smá kúp hjá þeim 50 miljonum punda var ekki voru við Arsenal og United og var ekki Chelsea eitthvað inn í Það voru bara öll stærstu liðin á Englandi voru í baráttunni já, nákvæmlega Er þetta ekki risa stórt? Mjög stórt, þetta er frábær leikmaður og bæjararnir sögðu nú bara að þeir skildu að hann vildi fara það er bara, virðist vera ekki kannski greið leið inn í liðið hjá bæjarn með helviti mikið leikmönnum í þessum stöðum en þetta eru frábær kaup fyrir Tottenham Já, hann er mjög vinsæll meðal stundismanna bæjarn Já Hann hefur verið mikið að spila FIFA við á online
hann tekur geimið hvert sem og það fer vel í mannskapin. En ef við förum í smá svona þarfagreiningu á þessum Tottenham hóp, er þetta ákvörð, er þetta ekki svona ákvörð stað sem við þurfum ekki leikmenn í? Þú ert að segja að mamma að kaupa ljósakort. Já. Það er ekki til mjólk. Það er alveg að koma mánaðamót, hún fer að fæ sér ljósakort. Hefðu gott að leikmennum vilja allar aðra stöður nema. Já, það er eiginlega svolítið svoleiðis, sko. Sérstaklega eftir meiðslin hjá Dragosína, þá er hafsendastaðan hefur verið þeirra veikasta, sko. Evan Ferguson mögulega að fara Róbert Orri mjög skrítið vinnubröð hjá Sönniðaskipið, hvað gerist þarna? Er hann ekki farað ánga? Nei, ok. Nei. Ok, ég held þetta að vera done. Já, þetta var bara, hann segir hann skrítið vinnubröð, þetta var þetta var smótið úr, förum í Lyon voru að ráða Fonseca sem var Massi Milan núna fyrir á tíðanbylinu. Evan Ferguson mögulega leiðin til Vestam fyrir 2 árum síðan hefði ég haldið að Evan Ferguson væri bara einhvern veginn 3. markahæsti leikmann í Premier League. En hvað gerðist þar? Bara meðsli, hann er aldrei náðu einhvern veginn svona takti, hann náðu svona einhverju stríki og þá meðist hann var orðaðið við Arsenal fyrir held ég 2 árum síðan. Já, United Hólunda tekinn, það var hann mjög mikið orðaður. Al-Nassr keyptu John Duran í gær fyrir kaup og bara þessi spreyting á, þú veist, núna eru þeir farnir að vesla í efstu hillu strákarnir í Saudi. Varamenn, varamenn eða ekki varamenn, ég meina þetta þýðir það að Oli Watkins fer ekki 1 eða 1, hvert plan B hjá Arsenal? Það hlýtur að vera Benjamin Sesko. Já. Næst það núna fyrir gluggalokk? Nei, ég held ekki. Flókin dýr. Ég held að ég held til miður að Arsenal endi á því að kaupa enga framherja. Því að ég held að það virðist bara vera að tíminn sjónumur og þetta Oli Watkins bóð hafi verið svona Hail Mary sem að þeir ætlaðu að reyna fyrir gluggalokkin. Allavega sér maður ekki hana. Bara komið á seint. Gætu Arsenal freistast til að fara í sjá Felix? Þannig er náttúrulega brátt, þú veist, meðan að Ödegård hefur átt erfitt upptrátt að kannski að reyna að fríska eitthvað upp á þetta. Var ekki orðað hann líka? Félags bara inn á miðan? Nei, bara, þú veist, einhvern veginn að fá flæði í þetta allt saman. Það virka vel að fá leikmann að láni frá Chelsea. Já. En hefur nú orðað Felix við Villa, og hann kom inn þá Duran. Þannig að þetta er spennandi. Það er rosalega mikið af dílum sem eiga eftir að detti yfir línuna, mikið af lánsdílum og vesinni sem að sem á eftir að detti inn. Þannig að var það ekki líka út af, þú veist, eins og United með Tel, þú veist, vildu að þetta er í lánsdíl og meðan Tottenham var tilbúið að negla kassun á borðið. Það er að skila sér við línuna hjá þeim. Já, það er ekki spurning að það er ýmislegt í þessu. En menn, sko, mér svo skrítið að menn hugsi ekki, þú veist, bara akkur ekki bara fara all in í Viktor Gyökeres. Er hann bara, ég held sér ég hætti að fá hann? Nei, eins og ég segi, þú veist. Fyrst að Lissabon fór áfram í meistaradeildinni, þá er hann ekki að fara 1 eða 1. Hvar var hann til dæmis á miðvikudaginn? Var hann meiddur eða? Það hlýtur að vera. Það er svona samsæriskenningasmiðurinn í mér, hann fór á stað þegar sá hann var ekki í hóp. Já, eðlilega. Sá einhver skýringar á því. Já. Við slum fara í Evrópudeildina. Já, Evrópudeildin í fótbolta, henn er lokið. Auður enn opinn, hæstu vextirnir. Auður er dóttir Kviku. Drengir. The Invincibles, Manchester United. Fyrsta liðið í 36 liða deildakeppni í Evrópu þar sem spilaður 8 leikir. Án þess að tapa. Enda samt ekki að UEFA héldu þetta væri ekki hægt. Hið ómögulega gert mögulegt og það í Rúmeníu í gær undir ljósunum. Og það voru ungu strákarnir sem að kláruðu þetta. Tjúkudaló og Kobi litli Mænu. Þegar þú sást prógramið Fenerbahce úti, Porto úti, þið óraði ekki fyrir The Invincibles. Og svo Pilsen og Rúmenía. Nei, mér óraði ekki fyrir því að ég er nú alinn upp við mikinn árangur Manchester United, en það var nú eitt sem að gekk aldrei vel og það var að fara til Austur-Evrópu og spila útileiki í meistaradeildinni. Já. Og eða bara í Evrópu og þannig að ég maður sér þetta prógram og maður sá einhvern veginn 2-3 tapleiki þarna í sigtinu. Já. Og tala nú ekki að fara til Porto og ná í stig það gekk nú alltaf illa líka. Heldur þetta sé áfall fyrir strax að fyrsta tímabili,
þessi áfættur í Júfa að þessi lið sem fari gegnum þetta meistaradeild eða Evrópudeild á þess að tapa leik. Þegar þeir ætluðu væntanlega búið til Já, og þú sér þetta ánáttúrulega ekki, þú veist, þetta er frávik, skilur það er bara eitt lið sem náður þessu ég menna, þú veist, við sjáum að Lazio tapar í gær og var ekki eitthvað eitt lið af 72, það er alveg góðu punktur það er alveg vandaði punktur ég get alveg gefið þér þannig að þetta er ekki það mikið áfall þannig að þetta hafðist næstuði hjá þeim munnaði litlu það voru ekki alveg búin að reikna þetta Tottenham með frábæran 3-0 sigur en hérna bara af því árum við lokum þessu United-leik Kobi Mainu þessari 10 stöðu þetta tweak að svissa honum á Bruno sáum aðeins í lokin á móti Fulham og svo í þessu leik smá tactical tweak þetta er að koma vel út þetta er að koma heldur betur vel út Gunnar Byggisson, þú sagðir the kids are alright í Norður London Tottenham úlingarnir kláruðu Elfsborg Unglingarnir kláruðu Elfsborg Sjáðu hverju skoruðu? Já Þú alltaf að tala meðalaldur? Já, ég nú meira bara að horfa kannski í byrjunliði sem það stilt upp sko. Það var bara sæmilegu meðalaldur Já, en hverju kláruðu verkefni? Jú, það voru ungu strákarnir og það var bara mjög vel gert fyrsta markið lét svolítið bíð eftir sér en sterkt að klára Elfsborg heima, það er bara sýndviðin ekki gefin heldur betur, og þetta er svekkjandi fyrir Svíjana því að þeir eru úr leik núna Júli Magg er mættur þarna hann er ábúinlega að vera í það í skinninu að fá að spila í þessu, en ekkert Aron Guðmundsson hann er búin að sæna sig inn fyrir nýtt tímabil, hann kom inn á hann í lokin og núna er stórt tímabil framundan hjá Garðbæingnum, hann sönnun þess að Garðbæingar geti atvinnumennsku, það er að segja að Veigar Páll er svona maður sem hefur meikað og kannski Garðar Jó, en í svona seinni tíð þá hefur þetta verið svona full harður heimur fyrir Garðbæingin. Er hann ekki eins harðar en hinnir og eins og hann á kyn til? Jú, hann líka var í leikskóla í Kópavogi. Já. Hann var ekki í hellastöðunni. Hann var nú, mætti nú einhverja aukar á Breiðablik held ég. Hann var að skiptast á höggum í leikskólanum í Smáranum. En kannski góðu fréttina fyrir Tottenham, náttúrulega góðu sigur, en að Mikki Van de Ven spilaði fyrir áleikinn og Richarlison er hann að tengja saman leiki. Vondu fréttinar þegar Dragosín meiddist. Já, það er reyndar, það er alltaf Ég sé að Midtjylland gerir það sama á Manchester United á jafntefli við Fenerbahce en svo er náttúrulega kannski þeir voru heima þetta var ekki Tyrklandi og Elias meiddur en þá Elias Ólafsson, þannig að Jónas Lössel er búin að taka markið þarna hjá Midtjylland nú Real Sociedad stærstu fréttir í þessu eru tvennan hjá Orrasteini Óskarsinni og hársbreytt frá þrennu hún var opinn, boltinn þetta sanna þessi boltinn að vera farin út af reynda að vera sjálfsmark, sorry það hefur verið sjálfsmark sko en já, ég held að allan að með við þær myndir sem við sáum við séð að hann er búin að bæta sig sem skallamaður það var það sem að var svona, ég man eftir döðafæri sem að fekk á móti Tjekkum geta hent okkur inn á lokamóti undir 21 þar sem að klikkaði illilega en he took that personally og hefur verið að rífa sig í gangi skallanum fyrsta markið er náttúrulega bara frábært hvernig að rífa sig upp hann sterkur strákur, mjög athlít við sjáum bara markið að segja nú talaði ég þetta í 80. skipti sko. Já, mér finnst líka bara eins og seinna markið að þú veist, þú sé svona beint á markmanninn og skallar hann í gagstað átt fastu skallið, þannig að þú veist, hann gætir hann ekkert gert í markinu sko. Heldur betur, við sjáum það er þetta áfall fyrir þýskan fótbolta, Hoffenheim er úr leik og Nice er úr leik eitt topplið í Frakklandi það er að segja, ég sé öðru eða þriðja sæti þeir eru hérna í næst neðsta sæti í Evrópudeildinni segir kannski eitthvað styrk deildarinnar í ár Besiktas úr leik Ole Gunnar Solskjær var fegin að þeir eru úr leik ég óttaðist að þurfa að mæta en það hefur verið full tilfinningaþrungin stund fyrir mig og ég hefði ekki treyst mér í þá stund að nóg fyrir að mæta rúta í byggarnum næstu viku eðlilega ánæður hafa ekki verið fyrsta öðru sæti að eiga möguleikan á að mæta Jose Mourinho strax ég vil ekki mæta honum alveg strax, ekki Evrópukeppni en svo ekki að það verið Besiktas eftir en að sigur á móti Athletic Bilbao var það ekki síðast umferð það er dregið í meistaradeildinni og Evrópudeildinni í dag auðvitað hefði verið hægt að hafa þetta einfalt fyrirkomulag þetta bara 9 mæta 24 og 10 ég var að hugsa sko, ég var að hlusta á erlent hlaðvarp í gær og það sem voru að segja sko en hvað ætti Cafu þá að gera, það var engin UEFA þú veist, hvað ætti Salgado að gera það verður bara, þetta er bara iðnaður þessi dráttar þessi iðnaður sem þetta er hjá UEFA að það var að halda þessu gangandi maður fæ gott í hjarta þegar maður sér þessa menn hvað ætti maður annars að sjá þessu gæði? Það er ákveðna týpur sem er alltaf mættar í góðan drátt en sko, er þið hrifnir af þessu brakketi eða myndið þið vilja kannski áttalið eitthvað þá er þið dreigð?
Þetta er bara skemmtilegt. Getur maður að teikna þetta eins upp alla leið? Já, ég er hrifnari af því þegar það er dreigð. Ok, já, það er bara frátalega, já. En þarna núna sjáum við það og það er samt verið að leyfa liðum að hagnast á því að vera ofar, ég meina. Nei, Arsenali töluvert erfiðara brakkati heldur en lið sem eru neðar. Já, sko, þú er ekki vilja verið í 5. og 7. sæti og mæta Real Madrid, Bayern, Manchester City. Nei. Þannig að þið græðið stórgræðið á að vera þarna. Já. Þannig að, já, hann er ekki sammála núna. Sammála með að vera sammála. Nei, það eru lið þarna sem er 7. og 8. sæti eru heppnust. Villa og Lill. Já. Þetta er allan að sangjant út frá því bara hvar þú endar en svo er þetta svo brellið og bröðótt sko, hvernig þetta raðast allt saman. Greiði Atletico Madrid sko. Þeir bara börðu hausnum í borðið þegar þeir sáu hvað beið þeirra í. En munum við þá ekki sjá þegar að framlíðast undir og það verður komin aðeins með reynsla á þetta fyrirkomulag verður ekki lið bara með iPad-ar á bekknum og reyna svona aðeins að rekna út á meðan að leikur þá hefðu Real Madrid og Bayern hugsað sig tvisvar. En svo getur svo margt gest sko. Þú getur fengið bara 3 mörk á loka mínútunni og fer þetta allt á stað sko. Ég held að það sé mjög langsótt að standa í því. Það er Þú ert búin að horfa of mikið á amerískri íþróttir og ljáið þér hver sem vill. En það verður dregið klukkan 11 og 12. Við erum að gera þetta hér í morgunsárið. Hvað segirðu? Þú gerir bara allt til þess að vinna. Og fá sem auðvöld það. Hér er hljóðheimur íslenska fótboltans besta deildin með kjarnafæði. Talandi Þorramat, þú færið hann þarna. Gæti United mætt Real Sociedad? Já. United Real Sociedad gæti orðið alvöru leikur þar eða gala. Þessi framherja kvartett hjá gala nú þegar að hann leikmaður spænski framherjin Alvaro Morata er á leiðinni til gala. Ótrúlega. Já. Þannig að ég skal segja ykkur það með Viktor Osimhen og öllu þessu galleri. Þetta er Evrópudeildin er svolítið að stela sinni í ár. Nú kíkjum á bestu deildina með kjarnanfæði. Þú fær Þorramatinn þar eða þú vilt, ef engin býður í blót, Gunni minn. Já. Takk. Ég fattaði bara í gær að það eru bara 2 lið sem ætla að spila á grasi. Ég nenni ekki að vera að taka gras og gerfugras umræðu. En þú veist, það er bara það er þá skæin. Já, þið þverjumsöðin í Hafnarfirðinum, þið eru náttúrulega farið aldrei þið farið aldrei á velnett gerfugras. Gleymdu hugmyndinni. Við ætlum að taka allan og við ætlum að prófa þetta milliskref sem er hýbridin allan áður. Já. Þannig að gerfugrasi verður komið í fyrsta lagi svona 2037 reiknaði með. Já, það held ég. Þetta er náttúrulega bara þú veist að sér það svo sem hver sem vill að þetta fyrirkomulag virkar ekki að lengja mótið eiginlega í báða enda og spila á grasi. Það er bara íslenskt veður, það býður bara ekki upp á það. Það skiptir engu máli hvort þú sért gerfigras unnandi eða ekki sko. Heldur betur, það er stóru fréttir. Óskar Hauksson er farið frá Víkingum. Sæbjörn Þór Stænke skrifaði þessa frétt á fótbolti.net. Það er heimildin fyrir þessu og Óskar verður ekki áfram hjá Víkingurum. Hann er auðvitað fertur. Þetta er eiginlega svona triple blow. Þeir missa styrktaþjálfara, leikmann og svo náttúrulega blöðar hann líka. Já, ég er ekki vissum að blöðar þessi fæði. Ekki? Hann er í hverfinu. Hann er náttúrulega valsari, þú veist. Já, en hann er konið í hverfið og ég get kannski sagt þér eitt skemmtilegt til þetta pónsa. Já. Þú ert á leiðinni á Víkingsblóti. Hafðu augun opin. Það er eina sem ég ætla að segja við. Þú færði ekki meira frá mér. Nei. Ég verð með augun opin. Ástæðan fyrir að segja þetta er pónsan á Þorrablótum. Það er ekki augun opin en núna það er hérna sjóraningin, annað augun lokað þetta er stutt í þetta. Þetta er að bresta á. Hvað? Þetta er Þorrablót Víkings. Þetta er að bresta á nefnilega. Það er morgun eins að viðra áhyggjum. Hvað finnst ykkur að KSÍ eru nýbúin að kaupa þjálfara af Víkingurum og svo eru núna alltaf að sekta og búin að dobla sektinnar? Það er geðvikt. Við drögum þetta frá eða ekki dreigir frá. Það er hérna heimild til að tvöfalda þetta. Drögum þetta bara frá. Ekki bara sammála því. Það var áhugavert að Birkir Már Sávarsson sem að ég sagðist nú vera hættur í fótbolta, hann er mættur þetta hjá Nacka í Stokkólmi.
Birkir Már Sævarsson á frábæra feril en hann hefði getið orðið 100 sinnum betri hann er svona, því að með þennan hraða þú veist ef að vera hægt að spóla tilbaka 20 ár, bara láta hann gefa fyrir bara í hálft ár Já, negla nú jafnvel bara fyrr í bakvörðin líka Já, þetta er próhraði sem að Birkir Már Sævarsson með hann sýndi það bara á landsliðsleveli Já, líka bara, þú veist, með þannig svona líkamsbyggingu, hann var, þú veist, sjaldan middur og svona, sko. Hann nánast tæraði, sko, Angel Di Maria. Já. En reyndar Angel Di Maria reisi hann upp frá dauðum í úrsliðinu 2022 í Katar. Herði, Yes. Þetta er fréttir, hlaðvarp 12 hlaðvarp endurvækið. Það leiðir okkur þá bara enska boltanum. Robert Westman var með draumum að búa til besta kampavínu, besta rauðvínu og besta hvítvinu og leta verða að veruleika Líka pappa þetta í jólagjöf Var hann ekki ánæður? Já, hann var ótrúlega ánæður Já Hann dundraðus í sig Árum fyrir mig enska boltan þá er það mikill lunnandi enska boltans Hörður Snævar Jónsson, hann er heldur betur ekkert að grínast með þetta Dalvíkur-projekt sinn Hann er kominn með Óskar Bragason sem að var með auðvitað honum Túfa hjá Káa og startaði þessu Káa-projekti sem hann núna er endað í byggarmeistaratitlum, fórsetabyggurum og Evrópukeppnum og hvað Óskar er núna mættur að aðstoða Hörður Snævar sem er nýr í þessu öllu saman og það er eitthvað sem segir mér að Dalvík reynir, það gleymist nú stundum að mínum enn í Ásústrundir og þarna líka Jú og það verður gaman að fylgjast með þeim félagum Hefur þú spilað Ásústrundir? Ég átt að spila, eins og oft áður, þá var ég meiddur. Þetta er klókt, svona þegar ungur og óreyndu þjálfur að fá eitthvað reynslubolta með sér. Ég er hrifinn af því. Heldur betur. Vorum alltaf á stranda mútið í Galata, tindastól. Það var svo þegar Wayne Rooney fekk Mike Phelan með sér, hann var síðan hætti við þú setna, en ég var hrifinn af pælingunni. Feit pæling. Jói Kalli byrjaði með Pétur Pétursson með sér. Já. Þetta var að setja margóft. Heldur betur. Förum í enska boltana sjálfsögðu með Westman One og allum þeim pakka. Stóri leikur helgina er leikur Arsenal og Manchester City. Ég ætla að segja ykkur það, drengina, ég held að úrslitinni í ensku úrslitinni þau munu ráðast helgina ef að Liverpool vinnur og Arsenal vinnur ekki. Er þið sammála því? Já, þá er þetta orðið allt of mikið. Ég er sammála því, en ég er bara ekkert viss að Liverpool vinni samt hérna Bournemouth, nei. Höldum okkur aðeins við Arsenal-leikinn. Varstu ekki að tala um að þú voru að selja vöru hérna rétt á hann? Jú, en ég bara verðist líka að vera hreinskilin. Já, það er alveg rétt. Jú, auðvitað, þá er þetta hvað? 9 stig. Já, og það er allir að leika. Já, þá er þetta náttúrulega mikil brekka. Þessi leikur, sko... En Arsenal ekki vanir að tapa fyrir topp 6 liðum, þannig að eflaust ekki breyting þar á. Maður sjá topp 6. Hvernig er þetta aftur núna? Topp 6 hefur farið bara í töfluna í ensku úrvalsdeildinni. Topp 6, já, ekki vanur að tapa, segir hann. Það var jafntefli á móti Chelsea og tapa á móti Newcastle og jafntefli á móti City. Já, ég er að tala um svona þessi original... Já, the Big Six. Já. Ok. Ponsa, þú ert ekki hrifin af ligum. Það er eitt af því sem að svona, kannski... maður hefur, sko Arteta í blaðamannafundum, hann segir oft bara eitthvað eins og hann segir núna að ræja sér meiddur og væntanlega við sjáum í gegnum það eða hvað. Já, þú veist, hann er kom í gæra að hann væri matchfit. Hann væri matchfit. Hann var með. Hann var með. Það er verið af því að Neto kallinn, hann leit ekki vel út á móti Girona. En Arteta, ég minna bara sem fantasyspilari, hann hefur logið bara blákalt í andlitið á mér oftar en einu sinni, oftar en tvisar. Þannig ég er nú bara svona sannleikurinn gerir mann frjálsam. Ef þetta væri Jose Mourinho þá væri þetta, já, hann er svo hrikalega flott skák sem hann er að spila þarna. Já, ef maður er búin að vinna einhverju titla, já, þá myndum við segja þetta var flott skák. Já, er ekki þetta búin að því? Nei, ok, jú, Búblu byggarinn, hár rétt, sorry, glemdi. En ef þetta myndi bitna á fantasy þá ég held að sé eitt sem að hérna, ok, ég held að Gunnar Birgisson sé sammála, það er auðvitað með þessi vandræði Raheem Sterling. Við þurfum aðeins að sjáu þið vítadæmið hjá honum. Hann hefur skorað 4 sinnum, hann tekið 10 víti, skorað 4 sinnum, klikkað 6 sinnum.
þetta var leikur sem var búinn og menn Já, voru að ef þeir hefðu reyna að kveikja upp í sjálfstöðstur hjá honum eins og þeir gerðu með Kai Havertz með góðum árangri. Já, en ég meina það eru bara meiri líkur í minni meiri líkur á klúðri Já. til að brjóta hann enn frekar niður. Já. nú er hann þetta er náttúrulega En er ekki gott fyrir sjálfstöðu að fiska gott víti sem einhver alveg vítaskýtt að skora svo bara úr? Jú, en svo er annað að í þeim leikjum þar sem hann klikka víti þá vinna það samt alltaf. Nema Wolves hérna. Já, fyrir utan eitt leik. þegar Liverpool eru mestrar þá klúðra Fyrir utan eitt leik. Já, en þetta er svakalegt. Það reyndar hérna í leiknu 2020 hérna þá fylgdar reyndar á eftir. Er að klúra á móti Watford. Og fylgdar eftir. Já, við minni það. Flott Ef ég mann rétt. Þetta er ótrúleg staðrind og fær mann aðeins til að stöldra við. Hugsaðar að Hannes Þór Halldórsson sé þessum hörmulega hópa að hafa reynda góðu markmenn sem hann skora hjá. Já. Hannes, Aurelio Gómez, Jose Sá og Kasper Schmeichel. Þetta er allt menn sem var í vítaspinnur. Þetta verður skemmtilegur leikur og maður er samt þrátt fyrir að Manchester City er allir að tala um þeir eru back og allt svona. Í hvert skipt sem Club Brugge sótt á það á miðvikudaginn því það var svona aðleikurinn hérna fyrir framan okkur þá var það alltaf líklið. Já. Þeir voru reyndar alveg svona ekstra svona að taka sénsa fannst manni. Það náttúrulega voru bara í þannig stöðu en svona manni finnst þér að komast betri taktur í þetta en bara því miður þá er bara komin aðeins og langt á þetta. Svona 5 stígu nær þá væri svona smá kannski. Það var einhver smá neist í þessu. Við slum kíkja á annan skemmtilegan leik sem Bournemouth úti er stórhættulegur leikur. Bournemouth Liverpool. Sko Bournemouth er ekki með center, samt eru menn að skora þrennur og Kluivert inn að blómstra. Sem menn jú geggjaður. Það segir ekki hvernig það er töpuð síðast leik. Segðu mér það. 23. nóvember. Liverpoolið nokkuð brótættum þessar myndir auðvitað töpuð í meistaradeildinni á miðvikudaginn. Hefðu geta náð í the perfect bara skor í meistaradeildinni. PSV Eindhoven voru á öðrum máli. Getið þið farið í heimavallarrekord hérna Búlis, maður sjá. Bournemouth er bara svipaðar heima úti. Já, er mjög svipaðar heima úti. Hvað hérna, auðvitað Liverpool favorite season leik en Bournemouth geta stríkt þeim. Já, ég meina Bournemouth bara eins og staðan er núna eitt besta lið í deildinni. Það er bara þannig, eins og ég var að segja við ykkur, töpuð síðast 23. nóvember. Síðustu 2 leikir, búin að taka 2 heitustu lið deildarinnar, kannski fyrir utan Liverpool og pakka þeim saman. Taka Newcastle út í 4-1 og svo Forrest heima 5-0. Forrest-leikurinn er alltaf galinn, sko. Já, bara báðir þessi leikir, sko. Bara ógeðslega góður. Sko, Newcastle, það var ekkert, 4 mörk var ekkert að flattera það, sko. Nei. Óði færum í þessu leik, sko. Og í öllum þessum meiðslavandræðum, sko, bara horfið á bekkinn hjá þeim í þessum leikjum, sko. Þetta er bara þetta er eins og þetta séu skáldunöfn á bekknum hjá þeim, sko. Þetta er bara ótrúlegt. Fá á sig mjög lítið að mörkum, skora mikið. Þetta er bara, ég ætla ekki að segja þetta sé 50-50 leikur, Liverpool náttúrulega klárlega sterkari aðilinn og líklegri aðilinn í þessu leik, en það er satt sem að þetta segir að Bournemouth getur klárlega strítum. Má ég sjá fallpakkan strókar? Má ég lesa nokkuð nöfna? Rhys Dottin, Adu Adey, Kinsey Wellings, Winterburn og Silko Dúberi. Þetta er allt svona gæðir sem heita svona bandstriksnöfnum. Sko, góðu fréttan fyrir Chelsea, Newcastle og þessi lið og Bournemouth það sjálfsögðu líka er að það stefnir allt í að vera 5 lið í meistaradeildinni frá Englandi. Liðin eru að raða inn punktum í þessu öllu saman og náttúrulega ekki síst Manchester United fyrir að fara í gegnum þetta allt galleríið tablust. Nú, já, hér sjáum við þetta. Já, þetta voru í 36 liða með 8 leikjum. Og það er yfirleitt þarna í lokin sem að þetta verður erfiðast. Eins og við sáum í gær. Chelsea tablusir í konferens. Já, í 6 leiki. Það var bara 6. Það voru margir tablusir eftir 6 leiki. En það er allt annað þegar að þessir auka 2 leikir bætast við. Nú, eigum við að kíkja á, eigum við að tippa á þetta? Ef við ekki tippa á þetta? Já, ekki. Strákar, við slum tippa á þetta. Má ég sjá, leikin er klárir, allt klárt, fáum lægir góða í gang. Þetta verður epic. Þetta verður epic, skal ég segja ykkur. Dogsson á morgun. Epic, tippum á þetta. Ok, Gunnið, þú byrjar og svo kemur Ponsan. Nottingham Forest, Brighton. 2-2. 1-2. Já. Bournemouth, Liverpool. 1-1. 2-2. Everton, Leicester. 1-0 Leicester. 1-0 Everton. Ipswich, Southampton.
Ég ætla að segja 1-0 Everton, sorry. Ég ekki að fara á móti Másaranum. Ég ætla að segja 1-0 Everton. Ok, correction. Já, sorry. Sorry, ég horfði meira sá það og þeir vinna alltaf hennar leik. Okay. Já, þeir vinna alltaf hennar leik. Ég held mér bara, ég segi bara 2-0, bara til að hafa gaman. Ipswich Southampton. Wow. Þetta er pjúrista leikur helgarinnar. Ég ætla að segja hann fari 0-0. Þetta er 2-1 Ipswich. Newcastle Fulham. 3-1 Newcastle. 2-1 Newcastle. Wolves Aston Villa. 1-3 Aston Villa, Ollie Watkins, þrenna. Já. Ég ætla að segja að Wolvesararnir koma óvart og sæki gott stig, 1-1. Og á sunnudaginn, Brentford Tottenham. 2-1 Brentford. Þetta er 3-0 Brentford. Manchester United Crystal Palace. 2-2 1-0 United. Arsenal Manchester City. 3-1 Arsenal. Já. Ég ætla að speikla þetta bara, segja 1-3. 1-3 City. Og svo á mánudaginn Chelsea West Ham. Það er einn af Monday Night Football. Chelsea West Ham. Ég ætla að segja 2-1 Chelsea. Já, þetta er 2 sko Vestam já, þeir eru ekki góðir. Nei, ég þekki Thomas Enders aðeins sko. Já, það vantar líka, þeir eru ekki með framherja. Nei. Báman meiddur, 2-0 Chelsea. 2-0 Chelsea. Það er ótrúlegt að þið skildi hafa náðu stig í síðasta leik. Bara galið. Heldur betur, við ætlum að fara í vinnera og lúsera með Einari Á. Einar Á er vinner í byggingabransanum. Allir dúkar, allt lím, allt sem hún þarft í nýbygginguna fæst í Einari Á Dalvegi. Og við erum að sjálfsögðu í leit að vinnurum og lúsurum. Það þarf svo sem ekki að tíðendum það frekar. Feðgarnir, Orri Steinn Óskarsson og Óskar Hrafn Þorvaldsson. Þeir eru vinnerar þessa vikuna. Þeir eru vinnerar. Já. Dagur Sig er náttúrulega vinner. Já. Dagur Sig klár vinner. Já, Dagur Sig er vinner. Já. Morgan Rodgers. Þrenna Mikael Egil Ellertsson fyrir út til Genoa, til Patrick Vieira. Og fara að vinna með honum sem er ábúinlega spennandi. John Stones fyrir 2 frábæra stóðsendingar. Já. Lín Eiríks fær skemmtilegt mút til Leicester. Ég ætla að henda henni þarna með. En svo einn sem ég ætla að fá, ég er nú ekki oft með lúsera. Nei. En NBA-deildin og ég ætla að setja LeBron James þar á meðal. Já. Þetta experiment hans með að spila sinnisunum alltaf með sér. Þetta fer að verða mjög pínlegt, alveg svakalega. Hann held ég. Bronni litli ekki nógu góður? Hann rosalega langt frá því að vera nægilega góður. Hann 6'2", hann 1,87 cm á hæð og ekki point guard, sem eitthvað sem að þekkist eiginlega ekki í NBA-deildinni. Allir þessi sem eru 6'2", Steph Curry, Ja Morant, Jalen Brunson, þetta allt point guardar. Hann skoraði að vísu 5 stig í gær. Ég held að sé fyrsta karvan sem hann hittir af gólfinu. Hann var 1-6, skoraði 5 stig. Ég held að sé fyrsta karvan úr opnum leik sem hann hittir á móti Wizards í gærkvöldi. Í leik sem að þeir rústuðu. Spilaði 15 mínútur á móti 76ers daginn í fyrradag. Það kom væga sagt illa út, það var 0-5 og tapaði boltanum 3 og eitthvað svona. En þetta bara mér finnst þetta vera svo mikil, mér finnst þetta sína svo mikið hvað NBA-deildin mikið, ég ætla ekki að segja drasl, en svona hvað hún skiptir litlu máli fram í febrúar. En hvernig leikast? Eru þeir að fara í playoffs? Leikast eru bara svona einhvern veginn, ég hef aldrei fylgst jafn lítið með NBA. Ég bara svona einhvern veginn tengi rosa lítið við þetta og maður fylgdist alltaf með þessum Christmas Day leikjum, en nú er maður alveg farin yfir í NFL-i þar. Ég skal viðurkenna það, ég fylgist ekki með neinu í NBA, en ég horf alltaf á lögmál leiksins. Þegar að Leifur Árna mætir þarna og lætur menn heyra og bara með Matti Dalmey, hann verður Rassósan bara í róleiknum. Hann tala allan tíman. Matti Dalmey og Tommy Stendos, flottastir. Já, þeir eru mjög flottir, en Leifstöðin gjössalega með þá í vasan og alltaf með einhverju allt önnu teikir allir aðri. Ég þarf að fara að stilla inn á þetta. Þetta kíkja á, þeir eru helvíti góður. Kjartan Alli Kjartansson, ég meina, hvernig gáttu við glemt honum? Hann með frábæran sigur. Ég ætla að fá að lega mér að segja Kristoffer Eikóks, ég veit að þið eru ekki sammála, en ég ætla að fá að lega mér að henda honum, bara að segja innkoma hans aftur í þetta valslið og bara hverju hann breytir. Leika sér í 5. seti þannig að þeir fara náðurlust alltaf í play-offs. Og líka Eikóks harrast í City meðlandsins, þannig að hann hefur verið glaður á miðvikudaginn. Heldur betur. Grjótharður City maður með alltaf hreinu.
og það svona ákveðin grísk bylgja sem að ríða yfir Skagafjörðinn þessa dagana. Já. Það Agravanis bræður líklega að fara að spila þar ef að marka má Instagram-reikning Dimitris Agravanis sem ætti að vera í Euroleague ef allt væri eðlilegt. Það grískur harmleikur í uppsiglingu? Nei. Ég held að sé allt annað en það. Ég held að þeir munu taka á to the promised land. Ok. Já. Ég held nú svona að það sé. Það sé málið. Þetta voru ekki bara vinnir og lúsir? Erum við á harði við Gasperini fyrir að ekki gert meira til að sækja sigurinn í Barcelona? Það var svona pínu skrítið. Já, maður var að horfa á þetta. Það var nefnilega frekar að Barcelona hefði þetta verið smeykir að fá þessi marka því að þá hefur mist Arsenal upp fyrir sig. Já, ég meina framtíðin satt hjá þér og sagði okkur hendi next goal eða þú veist, það marki í þessu leik og ég var bara 100% sammála því mati en það bara gerist ekki neitt. Svo ríkisstjórnin og skattayfirvöld að fara í einhvers konar rassíu og ég ætla að setja lúsarastempil á það að fara í einhverja rassíu gegn íþróttafélögum að allir verið það skráðir launþegar og annað slíkt. Já, skatturinn þetta nú svona viðkvæmt mál, við erum hér með mann frá skattinum. Já, hann þarf ekki að sjá svim þetta, ég get alveg eins gert það. Þetta skrítin vegferð sem að fólk á held ég. Já. Ég náttúrulega ekki frá skattinum, bara svo það sé aldrei til laga. Svo við þurfum að koma í fyrirbyggja enn einn miskilningi sem verður til í þessu þætti nú þarf ég bara að grípa inn í strax. Hann ekki frá skattinum. Strákar, hjálpuðu mér með nei eða já, það svo mikið af góðum spurningum nei eða já með Icewear. Já, nú útsölur í gangi, nú fjör í gangi, nú snjór út allt, Icewear sér að halda þér hitta. Þetta svo geðveik myndan. Ég ætla að rósa þið fyrir að þessi mynd ekki til neistar á netinu, nema núna, takk fyrir það. Já. Þannig hann maður í útskjöldafærið í Vestló, vel þrútin eftir 2 vikna drykkju. Ég bara var maður þrútin 19 ára, það var bara maður vaknaði alltaf ferskur. Þetta var þannig drykkja við þessari fersku. Þetta var þannig. Gunni Birgis, ertu Malmakall eins og Dóttar fútból? Ég vegferðakall. Vegferðakall, þetta. Þetta endurlösa væl stuðningsmanna Arsenal dómara leið þeirra til að afvega umræðunum að þeir vinna aldrei titla? Pónsa. Já. Já, þetta bara nei eða já. Ollie Watkins, hann svarið? Ég ekkert alltaf vissu það. Nei eða já? En ég ætla að segja já bara. Bara einhver betri en engin. Algjörlega. Maður sjá, það mikið að spurningum hérna. Vá, þetta er svo mjög gildislaðna spurningar hér. Hvort betra að vera Tengdarsonur Selfoss eða Mosó? Já, ég hef nú bara prófað að vera Tengdarsonur Selfoss og það var frábært að orðna Tómas Þórðarsson grýtti mér öfum út og lokaði eftir. Ég prófaði korrekt sko en ég segi Mosó, ég meina þetta já og nei? Nei, já. Ég segi já. Hvort myndur þú frekar? Þessi til þín, Teddy, væri þú til að sjá Gunnar Birgisson lýsa leikjum íslenska landsliðsins og Einar Örn færður yfir á alla hinna leikina? Vá, bara bæði betra bara. Ég segi já, en ég elska báða. Já, ég elska báða nefnilega. Það er bara þannig. Það var ágætt kannski að róta þessu eitthvað. Hver var stærsti prófíllinn af fréttamönnum í Zagreb? Gunni, þetta ekki nei eða já, en ég ætla samt að leyfa svo slæðin. Hver var stærsti prófíllinn? Já, ég meina... Var ekki Henry Birgir? Jú, Henry og Einar Örn eru líklega svona reynsluboltarnir í fæðinu. Heldur betur... Og Ívar Ben. Já, kongurinn. Ponsa, hefur þú fumbled a berry? Já, alveg pottet. Já. Sjá... Hefur einhver framherji í sögu Manchester United dottið jafn ofta á raskatið og Rasmus Højlund? Hann enda alltaf á fésinu eða bóttan. Já, það er svona í fljótubræði, þá mann maður ekki eftir mörgum sko. Nei, það er ekki margir sem á dottið oftar. Ég veit það ekki, David Bellion eða eitthvað. Verður gaman að fylgjast með gangi mála hjá John Duran í Saudi-Arabíu. Nú er maður svona farin að líma sig við þessa leiki. Nei. Já, fyrst eru byrjað að sína þetta, það verður gaman að sjá hann inn í þessu projekti, vera með 2 svakalega íþróttamennarnir upp á topp. Nú Gunni búinn að jafna sig á því þegar Stefán Pálsson keyrði hann út úr brautinni á úlingalandsmótinu á skíðum 2010. Ég var einmitt að reyna að rifja þetta. Ég með Alzheimer light sko, en já, ég búinn að jafna mig á því, já.
Ég er jafna með því. Og haldið að verði gerð heimildamynd einn daginn herferð PGM Gól gegn Arsenal einn daginn? Gæti alveg verið. Það Michael Oliver verið. Já, ég segi já. Ég meina, við erum að sjá heimildamyndur allan fjandann. Já, hún verður þá svona bara Jemilavit sennilega. Þú veist, haldið þið að Mikkel Arteta, þetta var á Vilhelm Berg, beri ábyrgð á ofsóknum í garð dómara síðust ár? Ber hann ábyrgð af því hann að íta reiðinni og svona einhvern veginn að deflekta umræðunum liðið í átt á dómurum? Já, og svo kannski Jürgen Klopp á alveg þáttu því líka. Hann stundaði þetta nú líka, sín tíma. Þannig að þetta er ljótur leikur. Ljótur blettur á leiknum okkar fallega. Heldur betur. Og vonandi sjá menn að þess. Það er eina sem maður getur vonað. Hvað voru með svo skálega þessu? Má sjá, var eitthvað meira sem þú vilt fá? Nei. Bara sjá, pantaði bara eina spurningu. Hatar Michael Oliver Arsenal, þetta er svona eitthvað svona. Var Ponsun á dollunni þegar myndin var tekin? Það er mynd sem er af Ponsunni á Facebookar síðu Dóttarfútból leikmanna. Það lítur allt út fyrir það svona með Það er bara að sjá hvað væri margar spurningar. Þetta er endalaust. Já, þetta er mikið. 73. Ég get bara ekki lesið þér alltaf. Við svörum, ég fari á kommentarkerfinu eftir. Já, ég og Gunni munum taka okkur til og svara spurningum eftir. Rúnar Freyr, kóngurinn. Veistu hverju sagði hann það? Vill Gunni helst sofa í litlu rýmum? Það svaf í kústaskáp í Malmö í fyrra þegar við fórum í Eurovision. En ég elska þjáningu og hann vissi það. Hann vissi það. Ef það er einn maður sem elskar að söffera. Já, þá er það ég. Þegar þú ferð í kalda, það er upplifun að sjá það. Beggi Óla, 12 mínútur. hann höndlar ekki kuldan. Hliðin á Gunnar Birgis sem liggur í kuldanum. Já, ætlum að fara í El Grandi með kemi.is. Hér þarf ég hjálp frá Bullis Media. Ég er lélugur í þessu topiki sem er í gangi akkurat núna. Það er heimsmeistaramót í handbolta akkurat núna og það hefur einhvern veginn gerst á síðustu árum. Þegar ég ólst upp þá voru Danir lélegir. Við unnum á með 10 mörkum hér á HM 86, 97 sá ég að tapa fyrir Alsír, en þeir dóminera handboltan í heiminum í dag. Þeir eru í raun Brasilíu menn handboltans. Nú Bullis, þið þurfa að dæma með mér af því að þeir geta sagt hvað sem er. Danskir handboltamenn. Gunnar byrjar. Niklas Landín. Magnús Landín. Kevin Möller. Rasmus Lauge. Lasse Svan. Mikkel Hansen. Henrik Mölgård. Simo Pítlík. Henrik Toft Hansen. Mattias Gítsel. Rene Toft Hansen. Hans Lindberg. Ágæfa komin. Jóhann og Plók Hansen. Já, færi einhverjum geði. Sem er Dani. Já, sem bara Emil Jakobsen. Er þetta núverandi og fyrrverandi? Já, þetta er bara allt bara allt gallerið. Já, var ekki búin að hendi eitt gamla. Já, ég var líka búin að því sko. Sko þá maður bara hans að slaka á. Bara njóta momentsi sko. Já. Njóta þess að vera til. Sko Kevin Möller var kominn. Þú var alveg sko Jókim Boltsen. Ef ekki Gítsel eftir eða? Jú, Gítsel er eftir. Það var langt besti handboltamaður í heiminum í dag. Það að vera sniður hann í byrjun. Já. Sko Mats Mensa. Já, kongurinn. Herðu, þá förum við í kirkjulokki. Já, helvitis kirkjulokki.
þetta sko, ég dáist að okkur báðum. Já, býtu, maður á að vera miklu meira sko. Ótrúlega þekking hérna. Hvað ætli sem Hans Lindberg, halló. Ég er búinn. Hann er kominn. Er hann búinn? Já. Siglfirðingurinn. Siglfirðingurinn. Ég er að reyna að fara yfir einhvern veginn liðan skumma gum og svona. Svona gefa það 6 sekúndur. Já. Þetta er svo rólegur hérna við hliðina á mér sko. Ég er með svona 5 á lager sko, þannig að... Já, ok. Gunni, þú er frábær. Ég bara... Ságstrúbin, þú var svolítið að gleyma nútíðinni. Ég nefnilega er að gleyma af því að það er ástæða fyrir því, það er að því að ég hef ekki séð leik með Danmörku. Já, Jannik Gren hann að markmaðurinn, Knái og þeir voru endalust af. Eini maður sem ég geta bætt í þetta hjá okkur var Peter Morten Fenger. Hann var... Enn í gamla daga, hann var helviti góður. Jú, maður er að gleyma það einhverjum kongum. Já, en þetta er samt alveg, þú veist, þetta er svona stórveldið það er svona síðust ár, sko. Já. Ég hefði hent curveball í þetta. Ég hefði sett Anja Andersen líka og ég hefði deilt í dómaran. En hvað, tímabil, þegar hún var upp á sitt besta, það var kvennahandbolti miklu vinsæll í Danmörku en karlahandbolti. Já. Hefði ég mátt fyrir konuna líka? Ég er sterkari. Þar hefðu tæmt mig. Þar hefði ég nefnilega geta Stine Jörgensen og Anna Mette Hansen Er það danskar? Já, það er danskar. Þessi mynda mér, sko, ég þarf að ramma hana bara inn. Þetta er frábær mynd. Þetta er geðveikt. Það verið að fara að draga í meistaradeildinni. Ég ætla að fara að enda þættinum út og við þökkum öllum sem hlustuðu. Þakka auðvitað Tedda Ponsu og Gunnari Birgisinni. Það er geðveikt að fá hann tilbaka. Þetta var stælinn, eða? Já, við erum að sjá dráttinn. Já, sjá dráttinn. Við þökkum fyrir. Takk fyrir mig. Bless. Þungur hnífur. Þessi hnífur á að vera þungur.